Ég held að í svo margþættum skilningi þá getur þessi vél verið í algjöru lykilhlutverki þegar kemur að leit og björgun. Það þarf að auka fjárframlög að einhverju leyti til þess að við getum haldið þessari vél meira hér heima. En enga síður sinnt okkar skyldum hvað var þar senginstarfi á Frontex. Það svo einfalt, það þarf að bæta við peningum. En bara þarf ekki gæslan meira fjármagn til þess að geta haft TF-SIF heima? Já, sko, eins og staðan þá þyrfti þess. Í umsögn Gæslunnar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar kemur fram að auka þurfi fjárframlög minnst 435 milljónir króna á ári til að Gæslan geti sinnt lögbundnu hlutverki. Þetta endalaus barátta og við höfum unnið að því öll þessi ár, en algjörlega án árangurs. Okkur hefur ekki gengið vel, eins og raun ber vitni. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar verkefni og fjárreiður Gæslunnar í fyrra gerði stofnunin athugasemdir við fjarveru vélarinnar. Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að TF-SIF verði fyrst og fremst notuð til eftirlits og annarra verkefna hérlendis, enda megin hlutverk Landhelgisgæslunnar að sinna öryggisgæslu, björgun og löggæslu á hafinu við Ísland. Til slíkra starfa var TF-SIF keypt og var það forsendan með fjárheimild Alþingis. Útleiga vélarinnar í svo miklum mæli getur ekki gengið til lengri tíma. Georg tekur undir þetta og segir að það séu dæmi að vélina hafi sárvantað í verkefni hér á landi þegar hún hefur verið erlendis. Það hafa verið sjúkraflutningar til útlanda vegna líffæraskipta til dæmis. Við höfum ekki í öllum tilfelli geta uppfyllt óskir almannavarna og vísindasamfélagsins vegna náttúruvár, fyrir utan náttúrulega þá staðreynd að meðan að vélin í útlöndum þá erum við ekki að hafa eftirlit með okkar viðfum lögsögum.